Jæja, vertu velkomin í þetta mjúka morgunflæði, stutt og laggott, fullkomið svona í upphafi dags. Og við byrjum sitjandi á rassinum með hendur fyrir aftan bak og rosalega gott beil á milli fóta. Svo ætlum við að láta bæði hnén síga í átt að gólfi í sömu átt og aðeins að staldra við reyna að fá hnén til að nálgast gólfið. Og við færum okkur hérna á milli í nokkur skipti og ef þú ert að gera þetta að morgni til þá er mjög líklegt að það sé dágóður styrleiki í mjöðmum. Við erum alltaf styrðari á morgnana heldur en seinnipartinn og hluti af þessu hreyfiflæði er að koma öllu aftur af stað, mýkja liðamótin, koma hreyfingu á vökva sem eru búin að vera staðnaðir yfir nótt. Þannig að þegar við erum búin að gera nokkur sinnum svona, þá ætlum við að reyna að gera nokkurum sinnum án handa og fáum svona svolítið góðan snúning á hrygginn, reynum okkar besta við að halda hælunum á sínum stað. Það er samt eðlilegt að skríða svona aðeins fram. Við sjáum að fæturnir konur hérna aðeins út af dýnunni, en nú ætlum ég bara aðeins að laga mig, færa mig aftur inn á dýnuna. Færa einu sinni enn á milli og nú ætlum ég að staldra aðeins við. Gríp hérna í fótinn og ég get hallað mér yfir hnéð eða yfir fótinn eftir hversu mikinn liðleika ég hef í líkamanum og við bara dúum nokkrum sinnum og færum okkur svo á milli og gerum hinum megin. Dúum nokkrum sinnum, reyndu að halda bakinu sæmilega beinu þannig að þú sért ekki að fara inn í æfinguna með rosalega bogið bak. Frekar aðeins að fetta, finna tegin að koma frá aftanverðri mjöðm. Hér höldum við önduninni mjúkri, axlirnar eru áfram slakar og einu sinni enn færum við okkur yfir og hér mýkjum við. Þá færum við okkur alveg yfir á 4 fætur og mýkjum bakið. Þannig að við ætlum að rúna, gera krippu og gera fettu til skiptis. Og við höfum hálsinn langan, fáum hreyfinguna í takt við öndun, alla leið upp í háls og alveg niður í rófu bein. Gerðu nægan tíma, það er algjör óþarfi að flýta sér og svo gerum við líka svona hreyfingar til hægri og vinstri. Og þegar við gerum þessar hreyfingar, þá erum við svona í þykjustunni að dilla rófu eða ímyndaðri rófu og svo horfum við á eftir henni. Þannig að við erum að fá beygju á aðra síðuna og teygju á hina síðuna. Og svo, þegar við erum búin að gera hægri vinstri hreyfingar nokkur skipti, þá er ágætt að hreyfa í hring eða hvernig eins og líkaminn þinn er að kalla mest á. Förum í báðar áttir og ef þú ruglast þá er það allt í góðu. Við erum hérna fyrst og fremst að hugsa að fá hreyfingu á hrygginn. Svo stoppum við hérna í miðjunni, hvílum úlliðina, stígðu fram með öðrum fæti. Fáðu aftar en hnéð aðeins aftar og bara svona ruggaðu þér fram. Hérna erum við að fá góða opnun á mjaðmasvæðið. Axlir eru slakar og þú heldur áfram að anda djúpt og svo ætlar að hreyfa aftur og bak og áfram. Það er að segja að mjöðminn hreyfist aftur og bak og áfram. Reyndu að halda bakinu svona sæmilega í fettu hérna alveg neðst, þannig við ætlum ekki að fara alveg inn í krippu vegna þess að ef við höldum smá fettu fáum við betri teygju, meira tog aftan á lærið, kálfann og ekki gleyma að lyfta tánum. Það er lykilatriði. Og leyfðu þér að staldra við í hvorri hreyfingu fyrir sig. Öndunin er bara áfram alltaf mjúk. Nú gerum við einu sinni aftur á bak og svo næst þegar við komum fram, þá fáum við hendurnar hérna undir miðju, lyftum aftar að hnénu frá og göngum lófana svona undir miðjuna.
og svo beygirðu annan hnéð og leyfir mjöðminni að síga alveg í átt að hælnum, eins langt og hún kemst. Og svo styðurðu við gólfið og gerir alveg eins á leiðinni tilbaka. Reynum að rétta úr okkur þar og svo færum við okkur svona á milli nokkrum sinnum. Og það er alveg eðlilegt að finnast þú vera mjög stirð hér. Við ætlum að reyna okkar besta að slaka á öndun, slaka á öxlum. Og ef þú nærð að halda mjöðmunum svona svolítið neðarlega á meðan þú hreyfir þig á milli hliða, þá er það mjög gott. Ok, svo ætlum við nefnilega að skipta fót. Þannig að núna göngum við okkur yfir á hinn fótinn, snúum okkur fram þar, setjum aftara hnéð í og bara ruggum hérna svona aðeins fram. Hérna ertu að fá opnun á mjöðm framanverða, við erum að fá opnun á aftanverða mjöðm hinum megin og svo gerum við aftur og bak og áfram nokkrar ferðir. Höldum bakinu sæmilega beinu, það er ágætisregla að horfa svona aðeins fram fyrir dýnuna, þú þarft ekki að horfa fram og upp, við viljum ekki setja of mikla spennu á hálsinn. Og svo ganga lófana undir sig, færa á milli, kannski treystir þér núna til að losa hendur og halda mjöðmunum hérna vel niðri. Athugaðu líka hvort að þú náir að halda ilinni niðri hérna, þeim megin sem hún sest. Og það getur verið munur á milli hliða og það er bara eðlilegt. Einu sinni enn, hægri vinstri. Eðlilegt ef það brakar í þér. Og svo lófar í gólf, mjöðminn hátt upp, slakaðu vel á höfðinu, gríptu hérna í olnbogana, mjúk hné, andvarpaðu nokkrum sinnum og leyfðu búknum bara algjörlega að hanga niður. Slakaðu á höfði, slakaðu á herðum. Settu svo lófan í gólfið og þú ætlar að ganga fætur saman, svona hæl í tá, svona þangað til út komin, rúmlega mjaðma bil á milli fóta og vertu aðeins útskefa fótunum. Sestu þar niður og fáðu hælana niður, annan í einu, með því að rugga svona hægri vinstri og haltu þér í gólfið allan tíman. Hér erum við að fá góðan liðleika á neðra bak, við erum að fá teygju þar, við erum líka liðka hné og mjög mikil áhersla á liðkun á ökkla hérna. Og ef þú nærð að stoppa með báða hælana niðri á sama tíma, þá gerirðu það. Setur hendurna þá hérna í bænastöðu og þrýstir út. Passaðu bara að detta ekki inn í krippu. Við reynum að toga herðablöðin saman, rétta svona svolítið úr okkur. Halda hérna. Og mér finnst alltaf gott svona aðeins að hreyfa mig hér. Finna svona aðeins hvernig líkaminn væri að bærast ef það væri vindur hérna inni. Ok, og þá niður á 4 fætur. Komum hingað og að því við erum bara að mýkja okkur, þá ætlum við að leyfa líkamannum að hreyfast alveg eins og hann vill í þessari stöðu. Við setjum lófan hérna á hnakka og opnum faðminn, þú ætlar að horfa upp eftir olnbogunum og ýta vel í lófan í gólfi. Og fráöndun, olnbogar saman, innöndun og útöndun. Og við gerum 3 í viðbót og reynda að fara lengur og lengra. Og stundum er gott að anda að þegar við opnum. Það er líka stundum gott að anda frá þegar við opnum. Þú verður bara að finna þinn takt. En ok, við gerum örugglega 7 núna. Stoppum núna, tegjum hendina upp, setjum handarbakið hátt upp á bak. Og nú hreyfum við frá 0 stöðu sem er hérna axlarhæð með olnboga og krysta hérna upp eins langt og þú kemst og niður. Og snúa og slaka. Og snúa og slaka. 2 í viðbót. Og nú losum við hendina, snúum, losum hendina
og teygjum hana eða þræðum hana undir eins og langt og líkaminn leyfir og svo aftur upp. Innöndun og útöndun, þræða undir. Innöndun, útöndun, 2 enn. Og núna í síðustu ætlum við að fara alveg eins langt niður og við getum. Við ætlum að halda stöðunni og anda. Og ef ég get snúið það mikið upp á mig að ég kem hérna öxlinni í gólf, þá ger ég það en ég reyna að ganga hendina aðeins lengra. Okay? Sett höfuðið í gólf og ef ég treysti mér til að losa hina hendina frá gólfinu, þá ger ég það. Skrúa hana svona upp, sett handabaki annarkost á mjóbak eða reyna að krækja hérna efst á gagnstætt læri og fæ þannig góðan snúning. Ég heyri bara að það brakar í bakinu á mér, ekki af því að ég í svo djúpri teigi, heldur vegna þess að ég að nota vöðvana í bakinu sem ég nota annars ekki. Og þessi staða gerir mig kleift að hreyfa vöðva og svæði líkamanns sem ég annars ekki að nota. Og nú losa ég hendina fyrir aftan bak, við setjum lófan í gólf, við vindum ofan á okkur og fáum hendina alla leið í átt á lofti og tilbaka. Og þú finnur örugglega mun á milli hliða, þú skalt aðeins taka eftir því og svo gerum við alveg eins hinum megin. Þannig að lófa á hnakka og við snúum upp á okkur og taktu eftir í hvort það sé mikill munur á milli hliða. Einu sinni enn og þá stoppum við hérna uppi, losum hendina, snúum upp á hana, handabakið hátt upp á bakið og svo niður í núllstöðu og aftur upp og niður og upp. 3 í viðbót. Findu góðan takt í önduninni sem að hentar þér. Fáðu snúningin í allan líkamann eins og hægt er. Ég held að það sé einu sinni enn, annars er ég ömurleg að telja þegar ég er svona líka að tala. Ég held að séum komið 5 og núna þá losum við hendina, teygjum hana hátt upp og þræðum hérna vel undir. Láttu öndunina stýra því hvenær þú kemur tilbaka. Innöndun upp og útöndun þræða undir. Upp og undir. Ég held að þetta sé 4. 1 í viðbót. Upp og förum djúpt niður. Eins djúpt og þú kemst, öxlin í gólf, höfuð í gólf. Ef þú kemur ekki höfðin í gólfið, stoppar bara þar sem að þér líður vel. Ég ætla hins vegar að losa hérna gagnstæða hendi eða hina hendina og grípa efst á lærið af því að ég næ þangað. Svo reyni ég að horfa hérna upp. Ég átt á lofti, fæ góðan snúning á allan hrygginn og líka hálsinn og ég að reyna að þrýsta mér dýpra inn í stöðuna. Og anda og taktu eftir í hvar öndunin kemur hjá þér. Hjá mér kemur hún hérna efst í bakið, bara þar sem er pláss. Við erum komin hérna inn í hálfgerða kleinustöðu og það er ekkert mikið pláss fyrir lungun til að þenjast út og þau nota það pláss sem þau hafa. Ok, næstu innöndun, hendin upp, fráöndun, hendin niður og næsta innöndun eftir það. Upp með hendina, vindum ofan á okkur og fráöndun niður og hreyfðu núna aðeins axlir í hringi hérna. Sestu svo á hælana og við ætlum að hreyfa aðeins betur hérna, stóra hreyfingar, fram og upp og aftur og bak og niður. Einu sinni enn, hendur niður með hliðum, gerðu svo hérna hægri vinstri, færðu bara hægt og rólega á milli, leyfðu önduninni að flæða allan tíman, bara hugsa að fá lengingu hérna á vöðvana og svo núna ætlum við að rúlla hökunni niður og upp hinum megin, inn í svona hálfhring, niður og upp með lokaðu mununum, findu tóið hérna. Niður og upp og
einu sinni niður og upp. Bætum svo við, maður setja hendurna svona eins og við séum að búa til, þetta alltaf lítið út eins og fiðrildi. Setjum hérna hendurnar á svæðið fyrir neðan viðbeinin og ætla svona að búa til skúffu með hökunni. Þannig að þú svona þrýstir hökunni upp og þú teiknar hérna góðan svona regnboga hérna á milli, alveg frá öxl að öxl. Þú ættir að finna svona milt tog hérna. Hérna erum við að teygja á vöðva sem að togar andlitið á okkur niður, gerir okkur svona svolítið þung og býr til eitthvað sem heitir, eða ýtir undir eitthvað sem heitir undirhaka. Og við erum að reyna að losa okkur við það. Þannig ef þú horfir mikið niður í kjöltu á síman, það ert mikið að horfa niður fyrir þig, þá er þetta algjör andlitslyftingaræfing. Einu sinni enn yfir og tilbaka og svo slökum við og þá rísum við aftur hérna upp svona í svona hálfkrjúpandi stöðu en bæði hnén í 90 gráðum. Þannig að fremra hnén beint fyrir ofan ökklan, aftara hnén beint fyrir neðan mjöðum. Og ætla ekki að vera svona slök hérna í miðunni, ég ætla aðeins að virkja djúpkviðinn og rúlla rófubeinu inn undir líkamann, svo koma báðar hendur hérna fram og ég hreyfi alltaf hendina sem er sömu megin og fóturinn sem er hérna uppi fyrir framann. Þannig ég er með vinstri fótana, ég hreyfi vinstri hendi. Við byrjum á því að anda að hérna, svo þegar við öndum frá, opnum við faðminn, förum við eins langt og við getum á fráöndun, innöndun, tilbaka. Lengdu handleggina í leiðinni og svo spenntu kviðinn. Hérna erum við mjög mikið að liðka öxl, brjóstbak. Við erum líka aðeins að kveikja á kviðnum. Ég heldur sér að koma 5 og þá ætlum við að vera í sömu stöðun. Við ætlum að breyta æfingunni, snúum lófunum frá og teiknum regnboga. Ímyndum okkur að við séum með þessa hlið uppi vegg og við ætlum að teikna mynd á vegginn og svo svona lokum við hérna. Þannig að við teiknum mynd, teiknum regnboga og svo loka. Öndum að hér og öndum frá þegar við teiknum regnbogan. Anda að tilbaka, ein enn. Ok, hinn hliðin. Og þegar við erum að anda með þessum hætti, þá erum við líka hjálpa okkur að virkja djúpu kviðvöðuna. Haltu axlir öxlunum slökum. Vá, mér finnst eins og ég get ekki talað í dag. Innöndun, útöndun, opna faðminn. Við köllum þetta að opna bókina. Innöndun tilbaka. Fráöndun. Og tilbaka. 2 enn, eða 3. Eins og ég sagði, þá er ég ömurleg í að telja. Ég þarf að vanda mig betur í því. 1 sinni enn til að vera viss. Og svo regnboginn. Það er eðlilegt að heyra brak. Það er líka eðlilegt að finna mun á milli hliða. Ég held að sé ein enn. Og þá losum við takið, hristum og við ætlum að enda þetta í sitjandi stöðu og gera kröftuga öndunaræfingu. Og öndunaræfingin er þannig að við ætlum að gera handarhreyfingu með. Þannig að við öndum að hérna, teygjum hendurnar upp og glennum fingur og svo þegar við öndum frá þá svona drögum við hnefana saman og lendum svona svolítið kröftulega með handleggina hérna á brjóstkassanum. Þannig að við erum að koma góðri hreyfingu af stað í lungun og það má anda inn og út nef, inn og út munn eða blöndu, inn nef, út munn. Yfirleitt er ég ekkert mikið að pæli því. Öndunin kemur bara eins og hún vill og yfirleitt enda ég á að gera inn nef, út munn. En áður en við byrjum, þá öndum við einu sinni að og frá. Og við byrjum á að gera síðan 5 rólega
og svo gerum við svona sirka 30 í viðbót. Þannig að við öndum að, öndum frá, að, frá, svo aukum við hraðan. Svo slökum við alveg á önduninni, slakað á höndunum, leyfðu augunum að vera lokuðum og leyfðu þér að finna áhrifin af æfingunni. Mjög líklegt að þú finnir einhvers staðar náladofa og svona mikla virkni, kannski finnur einhver af ykkur svima. Það er eðlilegt, það er ekkert frábært en það er eðlilegt. Og ef það væri læknir í húsinu þá myndi hann örugglega segja að við værum að ofanda og það er bara partur af æfingunni. Findu virknina á lífið sem að býr í útlimunum þínum núna og þú ætlar að taka þessa góðu tilfinningu, þessa virkni og þessa mýkt sem við erum búin að vinna í hérna saman. Þú ætlar að taka þetta allt með þér inn í daginn. Og áður en við ljúkum tímanum skulum við anda djúpt að, teygja handleggina út til hliðanna og fylla lungun, setti lófana saman í efstu stöðu og fráöndun hendur niður í bænastöðu. Næstu innöndun aftur. Og frá. Einu svona djúpt að, teygðu hátt alveg svo sért að sækja eitthvað og taktu það með þér inn í daginn. Takk fyrir samveruna. Namaste.